Já, það svo skrítið að ég spilaði hérna fyrir einhverjum 4 vikum síðan myndband sem að fylgdi sem sagt, með pósti sem ég fekk þar sem að ákveðnar upplýsingar voru gefnar upp sem að stönguðust á við myndbandið. Við erum að tala fullyrðingar Eddu Falag að hún hafi unnið í virtum banka. Við skulum sjá þetta myndband einu sinni enn, kíkjum á það. Svo og fór síðan bara að vinna í banka þar, eða svona, já. Og þú það var þetta að koma líka frá fólki sem held ég bjó úti því ég var að vinna í mjög svona virtum banka og ég gæti ekki verið að vinna í banka og vera að gera þetta. Það er svona, þú veist, og fann líka fyrir þessu bara fólki í bankanum að ég var að miðla hlut, ég var í verðbréfamiðlun. Já, þarna var hún sem sagt í viðtali hjá Dagmálum, hjá MBL, Morgunblaðinu, hvorki meira en minna. Og hún fullir þarna nokkur sinnum og hún hefði verið að vinna í banka, í virtum banka og hún hefði verið að miðla með verðbréf. Þetta hefur hún líka sagt í öðrum viðtölum. Við sjáum hérna viðtal frá Vísi árinu 2021 þar sem að hún segir að þetta var búið að vera svo lengi í gangi þessi skilaboð og þessum tíma væri til dæmis að vinna í fjármáladeild hjá stóru fjármálafyrirtæki í Kaupmannahöfn. Þá fann ég sérstaklega mikið fyrir þessu en hún hérna talað að hún hefði lent í svona nokkurs konar kynbundnu áreiti vegna þess að hún var að vinna í virtri stöðu hjá fjármálafyrirtæki fjármáladeild og stóru fjármálafyrirtæki á sama tíma og hún var að birta bikinimyndir af sér og hún segir raun og veru á öðrum stað að þetta hefur svona kveikjan að því að baróttukonan Edda Falag reið fram á sjónarsviðið af því að hún hefði orðið fyrir þessu kynbundna áreiti. Það kemur hérna í annarri frétt líka. Þetta tekið af rúf.is, þetta var í viðtali sem hún fór hjá Ríkisútvarpinu. Þar segir hún var ein af fáum konum í náminu og stuttu eftir hún lauk námi fekk hún vinnu í fjármáladeild í stóru fyrirtæki. Á sama tíma fór hún að birta myndir á samfélagsmiðlum sem vöktu umtal, þar sem að sýnda hana fáklædda og hún kvartar sem sagt yfir þessu. Og það þarna sem sagt, ef við förum með næstu glæru, þá sjáum við að þegar þessi frétt kom út, að þá var einhver sem sendi á hana Eddu Falag, oh god, þetta hræðilegt, hvaða fyrirtæki var þetta? Þá segir hún, Novo. Ég gæti ekki sagt hjá stóru lyfjafyrirtæki, bara of stórt til þess að kalla svona út margir Íslendingar sem vinna þarna og ég nenni ekki neitt mál. Þannig að tala Novo Nordisk, það alþekkt að það kalla allir lyfjafyrirtæki Novo Nordisk í Danmörku risa fyrirtæki, það daglegu máli kallað Novo, þetta lyfjafyrirtæki eins og hún segir. Þannig að hún fullir þarna að hún hefði verið að vinna í fjármáladeild hjá þessu stóra fyrirtæki Novo Nordisk. Svo ein glæra viðbót, hér segir ég vann í fjárfestingabanka og var eina stelpan á hæðinni. Ég öllu vön þegar það kemur að strákum sem halda viti betur. Já, það þetta með að vita betur. Málið að, eins og ég segi, ég spilaði þessa klippu hérna fyrir 4 vikum síðan. Það var hlustandi eða áhorfandi sem að sendi mér klippuna og fullyrti að hún hefði aldrei unnið í banka. Núna ég búin að gera vinnuna. Ég búin að ringja símtölin og ég búin að senda póstana. Ég búin að vera stanslaust að skoða þetta í nokkrar vikur. Ég búin að vera í samskiptum við danska fjármálaeftirlitið. Ég búin að vera í samskiptum við Novo Nordisk. Ég búin að vera í samskiptum við fullt af fólki, samferðamenn Eddu Falag í Kaupmannahöfn og Íslandi og ég búin að fá það algjörlega staðfest að Edda Falag hefur aldrei miðlað með verðbréf enda hefur hún aldrei haft nein slík réttindi. Hún hefur aldrei unnið í stórum fjárfestingabanka, hún hefur ekki unnið í virtum banka og hún hefur heldur ekki unnið hjá Novo Nordisk. Þetta sprengja. Þetta algjörlega ótrúlegt því að hún ekki að fullyrða þetta bara eftir 3 bjóra á kaffibarnum niðri í bæ. Hún að segja þetta í stærstu fjölmiðlum landsins, það að segja mbl.is, vísir.is og RÚV. Þetta eru bara 3 stærstu fjölmiðlunir þar sem hún fullir þetta. Ég man ekki eftir öðru eins. Ég búin að vera í fjölmiðlum í 23 ár og hef aldrei orðið vitni að þið viti hvað þetta þýðir. Þetta ekki, eins og ég segi, þetta ekki sagt yfir 2 bjórum niðri bæ. Þetta eitthvað annað. Þetta þýðir að manneskja sem að segir þetta blá edrú í viðtölum á stærstu fjölmiðlum landsins og veit að hún að segja ósatt, fara með rangt mál. Þannig að tala einhverjar persónuleika raskanir. Við erum að tala alvarlega persónuleika raskanir sem að ég náttúrulega ekki fagaðili, get ekki farið að greina en minna, fólk sem ég þekki sem eru fagaðilar segja að þetta sé klárlega eitthvað slíkt. Það verður aðrir að dæma á endarum. En það sem verra að þetta ekki allt.
þetta er alls ekki allt. Eins og ég segi, ég er búin að vera að spjalla við mikið af fólki og það eru líka frásagnir, svakalegar frásagnir af andlegu ofbeldi, stórkostlegum, brjáluðum legum, svikum og þjófnaði sem að ég hef heyrt af, og það er fólk sem að þorir ekki að segja frá, það þorir ekki að tala, en þess að þarna eru líka hótanir, það eru mjög alvarlegar hótanir sem að efnislega geta verið, sko, ég get ekki, vegna trúnaðar get ég ekki sagt nákvæmlega hvað það er búið að segja mér, en efnislega getur það hljóma nákvæmlega svona, ef þú ætlar að segja sannleikann um mig, þá mun ég ljúga upp á þig og ég mun nota styrk minn og stöðu í samfélaginu til þess að gera út af við þig. Nokkuð veginn svona eru hinnar efnislegu hótanir sem hafa komið frá þessari mannesku á fólk sem að veit ljótu leyndamálin hennar. Og fólk eðlilega þorir ekki, fólk er hrætt eðlilega því að hún hefur staðið við slíkar hótanir og hún er með styrk, hún er með alla ritstjórn Stundarinnar sem stendur á bakvið hennar, sem heitir Heimildin núna. Hún er með áhrifa fólk úr samfélaginu, stjórnmálafólk sem hefur verið að bakka hann upp. Það er meira að tala það að hún eigi að fá fálkaorðu. Þetta er allt með þvílíkum ólíkindum. Hún er líka með meira að segja sjónvarpsmaðurinn Gísli Marteinn. Hann hefur ekki hikað við að ráðast gegn fórnarlömbum hennar þegar þau hafa reynt að stíga fram og segja frá ofbeldinu, að þá hefur Gísli Marteinn mætt á sjónarsvið til þess að gaslýsa fórnarlömbin. Þetta er hálf súrealísk staða sem er komin upp. Þetta er allt með þvílíkum ólíkindum að maður veit bara hreinlega ekki hvað maður á að segja, sko. En þetta er sem sagt, það er, já, ég held að þetta muni einhvern veginn vera kennt bara í félagsfræðibókum framtíðarinnar sem dæmi siðafár mikið þegar að allt samfélagið hefur í blindni ákveða að elta svartan sauð til illra verka og ég bara hreinlega veit ekki, sko, hvernig við munum eftir að gera þetta mál upp, en þetta fer klárlega í sögubækurnar sem einhver mesti svikarhappur Íslands sögunar, eins og við vorum að lesa hérna áðan. En stóra spurningin er væntanlega, hvað gerir heimildin? Heimildin er virtur rannsóknarmiðill, er það ekki? Heimildin stærir sig af mörgum blaðamannaverðlaunum og heimildin er með þarna innanborðs, ritstjórn heimildarinnar er með innanborðs mannesku sem að hefur nú verið staðin að því að ljúga til starfsferil sinn og réttindi og tromma sig upp til æðstu metorða í samfélaginu með því að nýta sér neyð annara, nýta sér þolendur og níðast á meintum gerendum sem hafa ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð á sér og aldrei fengið að segja sína hlið á málum, sín sjónamið. Það er bara valtað yfir fólk. Þetta er svakalegt og ég hlakka til að sjá hvernig heimildin ætlar að bregðast við þessu. Það er svona það fyrsta sem er dettur í hug og svona aðkallandi spurningar. Þetta er auðvitað, þetta er bara fáheyrt í sögu okkar litla þjóðfélags að við sjáum manneskju rísa svona hratt upp til metorða og þegar málið er skoðað betur þá er bara ekkert á bakvið þetta. Þetta er með ævintýralegum ólíkindum. En við ætlum að skella okkur þá í næsta dagskrárlið sem að er eins og að venju einfallega út með ruslið.